hverjum 90 mínútum fellur nægt sólarljós á jörðina til þess að knýja orkuþörf heimsins í heilt ár. Hugsið ykkur. Og það eina sem við þurfum að gera er að virka hana. Sólarorka er framleidd með sólarsellum sem algengt er að setja á þök eða festa við jörðina. Í dag kemur 7% rafmagns heimsins frá sólarorku en innan 5 ára er gert ráð fyrir að hlutfallið verði 20%. Þessi öri vöxtur stafar af lækkandi kostnaði við sólarsellur, háþróaðri tækni og einfaldri uppsetningu. Endingartími sólarsella er 25 til 30 ár með lágmarks viðhaldi. Sólarorka hefur sannað sig á norðlægum slóðum með svipuð birtuskilyrði og Ísland, þar á meðal í Finnlandi og Noregi og meira að segja á Svalbarða. En virka sólarsellur eitthvað á Íslandi? Hér er aldrei sól. Stuttasvarið er já. Sólarsellur hafa verið notaðar í litlu mæli hér á landi í áratugi, en stærri sólarorkukerfi hafa nú sannað gildi sitt. Yfir háveturinn er hér lítil birta og framleiðsla sólarorku því takmörkuð, en þótt sólarorka leysi ekki alla orkuþörf Íslands, þá er hún mikilvægur hluti af lausninni. Sólarorkutæknin er orðin betri en nokkru sinni fyrr og framleiðslan hefst við lægri birtuskilyrði en áður og þess vegna er hún stundum kölluð birtuorka. Sólarsellum líður betur í kulda en hita sem eykur nýtni sellana, auk þess sem endurkast frá snjó, sjó og vötnum magnar upp framleiðsluna. Á björtustu mánuðunum á Íslandi framleiða sólarsellur rafmagn langt fram á kvöld, jafnvel allan sólarhringinn. Rafmagnið er svo hægt að geyma á rafhlöðum og nota þegar þörf er á. Sumarið 2024 setti Alar upp pilotverkefni á Seltjarnarnesi. Er að ræða sólarsellur á húsþakskúrs sem stendur við heimahús. Kerfið samanstendur af 10 sólarsellum og 15 kWh rafhlöðu. Úr verkefninu höfum við fengið rauntölur sem sýna við hverju má búast af stærri kerfum hér á landi. Staðsetning kerfisins er þó ekki tilviljun, en því var valinn staður við heimili Rúnars Unnþórssonar, tæknistjóra Alor og prófessors við Háskóla Íslands. Þegar birtan er næg er sólarorkan í forgangi og knýr íbúðirnar í húsinu beint. Þá daga sem er umfram framleiðsla rafmagns er því safnað í rafhlöðu svo unnt sé að nota þegar sólarorku nýtur ekki við, en þetta hámarkar nýtni kerfisins. Þegar rafhlaðan tæmist skiptir kerfið sjálfkrafa yfir á raforkukerfið og þá er keypt rafmagn þaðan eftir þörfum. Búnaðurinn okkar, hann er sítengdur við netið, það þýðir að við getum fylgst með ástandinu í gegnum farsíma til dæmis eða nettengdar tölvur. Og hér er ég með viðmótið sem við höfum. Efst uppi hér sjáum við hvaðan orkan er að koma og hvert hún er að fara. Við sjáum til dæmis hleðslun á batteríinu er 66%. Við sjáum framleiðsluna hér á sólarsellunum og síðan sjáum við hvað við erum að kaupa mikið af rafmagnsnetinu og svo sjáum við orkuþörfina núna í húsinu. Hér niðri sjáum við síðan tímaröð yfir heilan dag. Rauða línan sýnir orkuþörf hússins og bláa línan hér sýnir framleiðslu sólarselluna. Og þar sem að sólarsellurnar framleiða meira heldur en húsið þarf, þá notum við umfram orkuna til þess að hlaða rafhlöðurnar. Og hér til dæmis getum við séð ástandið hérna morguninn að þá er state of charge 60% og svo ef við bíðum í nokkra klukkutíma að þá sjáum við að state of charge er komin hérna upp í 80% 2-3 tímum seinna. Það þýðir rauninni það að umfram orkan hún er sett inn á rafhlöður þar sem við getum notað hana seinna þegar við þurfum. En tækifærin eru stærri en fyrir heimili og undirbýr Alor fjölmörg verkefni fyrir fyrirtæki, stofnanir, sveitafélög og bændur. Fyrsta skrefið er að meta möguleika sólarsella með greiningu á rafmagnsframleiðslu með við nákvæma staðsetningu, kostnað og endurgreiðslutíma. Sérfræðingar Alor hafa unnið slíkar forgreiningar fyrir fjölda viðskiptavina
sem veitir aðilum upplýsingar til þess að stíga næstu skref. Með sólarorku geta fyrirtæki og stofnanir lækka rafmagnskostnað og aukið orkusjálfstæði sitt. Hækkandi raforkuverð og óvissa þróun þess kallar á nýjar lausnir. Fyrir aðilar sem reiða sig á olíu til rafmagnsframleiðslu getur sólarorka stórlega minnkað kostnað og dregið verulega úr kolefnisspori og aðstoða þá við að leggja sitt af mörkum til orkuskipta. Að fjárfesta í sólarorku umhverfisvænt val og stuðlar þannig að sjálfbærri og grænni framtíð.